að því, hann reyndi bara að vera að taka mig upp, þannig að ef spyrja ykkur þá kemur það fram. Heyrðu, sko þetta byrjar allt til mig kveikir, þannig að mér slökkva ljósið eða viljið, allan að þetta. 23. janúar 2020 þá byrja svona pælingar koma aðalega frá ABB og eru að svona leggja áherslu á það að forsendur fyrir notkun á ýmsum varbúnaði þar á meðal bílastæðisrofum hafa breyst. Þetta á við sjálfvörun sem við erum ekki búin að fara yfir en þá, en þá líka við bílastæðisrofum og sem sagt þessir bílastæðisrofar sem við höfum verið að nota hingað til, þeir hafa sem sagt það ekki öruggt að þeir virki lengur og sem einhver mynd af því. Það er sem sagt spólan í bílastæðisrofunum, þessi sem við tölum síðast að væri úr ekki bara úr járni heldur úr nikkel og járni. Og hvað? Þess að spólan í rofanum, hún á til að mettast. Í dag er þetta orðið þannig að eiginlega öll raforkunotkun sem er á heimilum og í öðru húsnæði eru rafeindatæki, rafeindabúnaður, elektrónískir spennar, LED-ljós og allt svoleiðis. Allur þessi rafeindabúnaður gefur frá sér tilbaka inn á dreifikerfið truflanir sem verða til þess að metta sem sagt spóluna og segulinn í bílastæðisrofunum. Þannig að hann virkar ekki. Það er ekki öruggt að hann virki. Og ég var búinn að útskýra fyrir ykkur hvernig það virkar og bara truflanir frá venjulegum rafbúnaði í dag sem við erum að nota geta valdið að hann virki ekki. Þetta þýðir það að það þurfti að finna upp og hanna og búa til nýja bílastæðisrofa, nýja gerða bílastæðisrofa sem að virka þróað þrátt fyrir að það séu allar þessar truflanir að koma inn á netið tilbaka. Það sem að gerist er að það sem það er sagt að hann verður blindur og sem sagt sér ekki bílunarstrauminn. Og
Og þið sjáu hérna á þessari mynd að hér eru nokkrar gerðir og þessi gamla Asia-týpa hérna að hún er ekki lengur í notkun, eins og ég sagði, mjög lítið í notkun. Ég held að allar rafmagnsheildsölur á Íslandi séu bara hættar að selja. Að ef þú ætlar að nota þennan gamla sem alltaf hefur verið notaður hingað til, að þá þú getur notað hann á gömlu eldavélahellurnar, þú getur notað hann á gömlu venjuleg hitaelement og gömlu glóperurnar. En ef það er einhver rafeindabúnaður með, þá verður að nota þessa týpu sem heitir A og er með sem að ræður við þetta sko. Og það flettast hérna inn í tölvunum. Það er nokkuð. Sem ég með upptökunni gangi, frekar á þægilegt. Þannig. Já, þessi A-týpa sem sagt, hún sem sagt, einhvern veginn filterar út þessar truflanir sem að koma frá rafeindatækjum og verður til þess að bílurinn sem virkar samt sem áður. Það sé ef einhver er að fá rafmagn í gegnum sig og rífur sem sagt strauminn þegar hann á að gera það. Síðan er til önnur týpa, þessi APR, og hann er það sem er sagt heitar sko high immunity to unwanted dripping, þess að sagt mjög mjög ónæmur á tregur á að slá út. Og maður þarf að pæla svolítið vel í hvað maður vill velja af þessu og hvað á við. Síðan er F-týpan þarna og það er sem sagt bílastæðisrofi sem sagt þolir enn meira af truflunum. Til dæmis mótorstýringar gefa frá sér alveg gífurlega mikið af truflunum, enn meira heldur en annar rafbúnaður, og þá verður maður að nota F-liðan. Og síðan kemur B-liðinn, hann er notaður þar sem er jafnstraumur mögulega að koma sem bilun. Ég ætla að svissa hérna yfir í annað skjal. Hérna
Þarna. Hérna sé ég bara hvað að velja hverju tilfelli og hvers vegna. Og bílastæðisrofinn eða RCD er eini varbúnaðurinn sem hlutverk að vernda mannslíf til að slá út rúm og rafstraum með útleiðslu sem gerist til dæmis þegar rafmagn er að fara gegnum mannslíkama svokallað raflost. Við erum búin að fara vel í. Bílastæðisrofinn þarf að slá út það hratt að lífshættulegur skaði hljótist ekki á raflostinu eða verði sem minnstur. Og bílastæðisrofi er einnig góð vörn við eldsvoða. Það má nota hann sem brunavörn í einhverjum tilfellum. Þannig af einhverjum ástæðum að þá hann á hana til að slá út þegar bruni. Og það veit ekki af hverju? Jú, örugglega, bara ég veit það ekki. Það myndast eitthvað leikastraumur. Kannski bara í sótinu eða eitthvað, sko. Einhvern veginn gegnum þá leið, sko. Það er alls konar svona upplýsingar sem er til en maður stundum vantar af hverju og hvað gerist. Og þetta er bara staðlinn, sko. Það má nota hann sem brunavörn. Why? Það veit ekki með. Það má ekki vita. Það veit örugglega einhver. Einstaklingur, truflanir og randatæki geta auðvitað komið í veg fyrir að bílastæðan virki rétt, eins og við varum að segja áðan. Eða hreinlega komið í veg fyrir að hann virki, þegar hann á að virka, en hann verður blindur eins og stundum sagt. Og einstaklingur getur til dæmis verið að fá rafstraum í gegnum sem bílastæðan sem slæðir ekki út vegna þess að straumar annan tíðni eða sléttir rafstraum með blindar bílastæðisrofann þannig að hann sér ekki útleiðsluna og slæðir ekki út. Þetta gamli bílastæðisrofinn hafa bara gerður fyrir að vinna á 50 hertzum og ekkert annað. En svo koma náttúrulega bara alls konar hertz inn á spólunæðinum og ná bara að metta hann, blinda hann, sko. Bílastæðisrofinn rúfa aðeins eða rafstraum eða annan óskiljanlegan leikastraum frá bílunum í raftækjum. Það gerir reyndar eftir því eða annan óskiljanlegan leikastraum frá bílunum í raftækjum. Og þeir sem slá ekki bara út við bílastraum eins og gamli aðsýliðin gerði, þetta geta líka slegið út eða bílun í einhver raftæki. Til dæmis eins og það kemur leikastraumur á DC frá batteríinu í rafbíl. Eða bara frá hlaupahjólinu sem er í hleðslu. Eitthvað svoleiðis. Eða frá einhverju bíluðu raftæki. Það geta slegið út úr það líka. Bílastæðisrofi geta þessu leyst út frá raftæki sem er í fullkomnu lagi því öll raftæki eru með einhvern smá bílunarstraum, nógu mörg og ef við setjum nógu mörg raftæki eins og til dæmis leddljós, þau geta leyst út bílastæðisrofi þó allt sé í fullkomnu lagi. Þetta varum búin að fara í. Þar sem bílastæðisrofar innihalda ekki yfirstraumsvörn, ekki stækka þetta aðeins hérna. Það þurfa að vera raðtengdir varnarbúnað sem að ver hann gegn yfirstraum til þess bræðivarnir sjálfar. Hefur athugað það að þó að bílastæðisrofinn sé merktur eitthvað 50, 40, 63 ampere, ef hann er merktur 63 ampere, hann slæðir hann ekkert út þó að fari 63 ampere í gegnum. Hann slæðir ekki út þó að fari 80 ampere í gegnum hann. Hann slæðir ekki út þó að fari 100 ampere í gegnum hann. Og hann slæðir ekki út þó að fari 200 ampere í gegnum hann. Hann bara ofhitnar og brennur og eyðileggjast. Hann er ekki með neina yfirstraumsvörn. Við erum með öryggi, sjálfurinn og bræðivörn er að sjá það. Þess vegna þarf alltaf að vera
Það eru vísilega til sambyggðir, sambyggð og Bíllandsnesrofi, en venjulegur bara Bíllandsnesrofi gerir ekkert annað. Já. Og þessi sambyggðu kall eru yfirleitt merkt RCPO eða RCCPO. Í dag er skylda að verja alla Bíllandsnesrofa og öllum raflögnum í íbúðarhúsnæði sem eru með tengla allt að 32 ampere. Sama gildir fasteignatæki á lögn sem á værinu með allt að 32 ampere. Og Bíllandsnesrofi verður að slá út innan 0,4 sekúndna á 230 volta lögn og innan 0,2 sekúndna á 400 volta lögn. Aðeins það er eitthvað ósamræmi sem ég átti að finna út úr, vegna þess að síðan eru aðrar upplýsingar að þetta eigi að vera 0,3 sekúndur. Þannig að en eins og ég segi, ég er búin að liggja yfir þessum upplýsingum í langan tíma, alveg síðan 23. janúar 1920, og það eru bara bæði hafa einhverja kröfur breyst og svo bara mjög erfitt að finna almennilegar upplýsingar til að kenna ykkur. Og Bíllandsnesrofi var verið að prófa með þar til gildan bílstjórnarprófunarmæli í upphafi þegar hann er nýr og hefur komið upp fyrir, og það er rétt að prófa að minnst einu sinni á ári í íbúðarhúsnæði með því að ýta á prufurappinn. Aðrar aðstæður eru oft með sérstakar reglur um það skylda að prófa þá oftar. Og það eru til dæmis svona einhverja svona stofnanir. Það er oft meiri kröfur í einhverjum svona stofnunum og sjúkrahúsum og einhverju, og þá er hægt að fá Bíllandsnesrofa sem prófa sig sjálfir einu sinni í mánuði til dæmis og stjórnar og tölvukerfi. Þeir slá sjálfan sig út og setja sjálfan sig inn aftur og láta vita að þeir eru bilaðir. Svo eru til nokkrar mismunandi að gera Bíllandsnesrofa og þarf að vera rétt að gera hverju tilfelli fyrir sig. Ég ætla að fara yfir það með ykkur. Ég ætla að reyna að leiðbeina ykkur með rétt val. Það þarf að taka tillit til aðstæðna þar sem voru þær reglurnar sem gilda í landinu, og það þarf að henta þeim búnaði og þeirri grein sem að ná og svo framvegis. Það er ekkert auðvelt einfalt í þessu. Það eru til reglur um val á réttum Bíllandsnesrofa, þær leiðbeiningar að finna í evrópskum stöðlum og upplýsingum frá framleiðendum rafmagnstækja. Framleiðendur raftækja ber skylda til að taka fram, framleiðendur raftækja, er ekki að tala um framleiðendur af Bíllandsnesrofa, eða er ekki með að tala um framleiðendur raftækja, þeir sem að framleiða til dæmis þvottavélar og þurrkara og þess háttar, að þeir eru að taka fram hvers konar varbúnaður og vera fyrir tækið. Þeir eiga að taka það fram. Hvort þið gera það er kannski alveg þessu rönt. Hvort það gerða A, F, B og B+, sem eru mest notaðir í dag.
Svo bara hans að harka á sér. Kemur bæði skemmtilegt og leiðilegt, sko. Þetta er bara skilgreining hérna bíllandsins-rofa úr staðlinum. Við ætlum ekki að liggja yfir því. Bílur og straumur. Straumur sem fer á bíllandsstað vegna einangrunarbilunar. Og svo er eitthvað eftir skilgreiningar bíllandsins-rofa. Hérna. Mismunandi gerðir hérna. Þetta er úr staðlinum. 531.3.3. Því lýst mjög vel hérna hvaða týpa gerir hvað. Ég ætla ekki að reyna að fara hérna í þetta. Þetta drepur bara í ykkur nokkra heilasalir og reyna hérna að lesa þetta. En hérna þetta er allt til hérna hvenær og til dæmis hérna í ef maður er með IT-kerfi, það er eitthvað reglur um það og viðbótarvörn. TN-kerfi og TT-kerfi og við veitum ekki eins og hvað TN-kerfi þá ætla ekki að fara út og reyna að útskýra það núna. Hérna þar sem eldhætta er mikil og hérna sjáum við bíllandsins-rofar. Hoppa yfir eitthvað. Hérna. Bíllandsins-rofar til varnar gegn brunahættu. Það er hægt að nota hann sem vörn gegn bruna og það kemur alveg bara fram í reglum. Tenglar utandyra. Þau muni að fyrsta notkunin á bíllandsins-rofum voru einmitt fyrir notkun utandyra á það ekki. Í Þýskalandi. Þar sem eldhætta er mikil. Það er reglur um það. Sem þið þurfum þá að skoða ef þið eru að vinna í verki þar sem eldhætta er mikil. Hvar er eldhætta mikil? Hvað spáið þið? Hvað getur það verið? Nei, örugglega ekki. Nei. Það sem er hvað maður að segja. Hvað með bensínstöðvar? Það er verið að tala um eitthvað svoleiðis. En þetta getur líka verið hlöður þar sem er þurrt hey. Og
þar sem er verið að geyma hveiti. Hveiti er svo eldfimt að það er sprengihætta því. Það kveiknar í hveiti ríki, það verður sprengi. Það fyrir svo hratt upp. Og líka næringarefni fyrir plöntur. Já. Og hérna áburðargerð, sko. Það er notað ýmislegt við það, vetni og fleira. Og þannig að þetta er svona, þið þurfa aðeins að hugsa stundum, er þar sem ég er að setja þessa raflögn er mikil hvað gerist þegar kveiknar? Þetta er svona, hvað gerist þegar kveiknar er? Þetta er eiginlega ekki kannski er líklegt að kveikni í. Heldur, ef það verður neisti eða það verður eitthvað bruni inn á rafmagni, er mikil eldhætta. Það er eiginlega ekki mikil eldhætta í iðnaðarumhverfi vegna þess að það er bara eins og álverum og fleira þegar það er bara gert ráð fyrir að það sé alltaf eitthvað að gerast og það er eiginlega bara allt á steypu og svona. En eins og ég segi, það eru staðir þar sem erfitt að verjast í. Sums staðar á að nota til dæmis raflagnefni sem er alveg lokað og þétt, svo kallar sprengivarið, sko. Það er aðalega þar sem getur verið safnað saman gas. Hér er reglur hjólhýsastæði, tjaldstæði og þess háttar. Og þið getið pælt í þessu þegar þið eru á ferðalagi. Hér stendur sérhver tengill, sem þýðir hver einasti tengill, fyrir sig skal varinn með bílunarsamsrofa. Það voru sér bílunarsamsrofi fyrir hvern tengill. Með málgildi ekki hærri en 30 mA, náttúrulega. Við vorum bara að komast að því að það var dauðaskammturinn. Og ráðan skal rúa allir spenna hafa leiðara. Ég hef ekki séð þetta uppfyllt ennþá. Þessi eiginlega allar aðrar framkvæmdir á tenglum á hjólhýsasvæðum eða tjaldstæðum þar sem er þetta að fá rafmagn. Og sama fyrir færanleg hús. Þetta er bara hjólhýsi eða hafnir og skemmtibátahafnir. Þetta þarf ekki að vera á hverjum. Svo reynir það spennið á. Okay. Og lækningarými, hérna er reglur það. Vörusýningar. Sólarorkuver, sólarsellur. Þetta er eitthvað sem við þurfum að fara að skoða mjög vel. Það styttist í að verði fara að nota sólarsellur á Íslandi. Það er ég búinn að segja ykkur hvort að Ísland sé heppilegt til þess að framleiða rafmagn með sólarsellum. En ótrúlegt satt að þá er bara Ísland alveg bara á mjög góðum stað til að framleiða þessi rafmagn með sólarsellum. Já. Bara betri staður heldur en Dubai, þar sem alltaf sól bara. Það hefur eitthvað með ljósbrotið í að gera að sem sagt betra í þessari birtu hér heldur en þar sem að sólin skín beint niður á sólarselluna. Ég veit ekki tæknilega af hverju, en þetta er víst bara staðreynd. Þannig að við skulum ekki þannig ef einhver spyr ef fólk verður eitthvað að halda fram að þessi ekkert gott að nota sólarsellur á Íslandi, þá bara
Nei, þetta bara með bestu stöðum í heiminum til þess. Það vissulega minnkar það töluvert í desember og janúar. En svona aðra daga ársins þá þetta bara gott. Ég frétti samt að ég eini kaffi að fyrsta kaffin að dána við sjálfna sérstaklega þegar það er margar og hópaða saman á einhverjum stað að það mynda eitthvað ógeðslega mikið hita í kringum sig. Já, það er eitt af vandamálum sem sagt að þegar að sólin skín svona, hvað maður segja, beint á og hengt á eins og er í sólarmestu löndunum og hitna sellurnar svo mikið að það fer að vandamál. Hér er alltaf bara alveg, og það sama með sko batteríin í rafbílunum. Það er eiginlega engin staður í heiminum sem er með betra hitastig til að batteríin endist vel. Og ofhitna aldrei hér sko. Ofhitun er vandamálið víðast sko, víðast bara. Já. Þannig að það er náttúrulega sensin á því að við búum bara fyrir batteríu vel, sem kemur annað. Já, sko það er eiginlega svona fylgir svolítið að verður að framlega með sólarsælum eða vindmyllum eða eitthvað. Og þá fylgir það svolítið að vera með batteri bak upp á bakvið það sem að dugar í einslega marga daga. Það ég veit að það er sko að þeir sem voru undir orkupakka, þeir eru ekki bara þetta er mjög ljósið. Já, sko, við getum alveg sagt ykkur, það er alltaf búið að vera að rífast þessa orkupakka undanfarin ár, orkupakki 1, 2, 3 og 4, ef við heyrt umræðuna kannski þetta. En þú veist, hvað er á bakvið? Af hverju verið að setja inn þessar reglur? Og það er verið að setja þessar reglur til þess að geta framkvæmt fyrirbærið sem að heitir European Supergrid. Og þar sem að allir, hver einasti einstaklingur getur framleitt rafmagn. Það getur hver sem sem sagt sett sólarsælur upp á þak í garðin hjá sér eða eitthvað. Og það núna er orðið svolítið tíska að gera girðingar úr sólarsælum. Því að þú veist, þá ertu ekki að breyta hann inn, þú bara breyta klæningunni. Þú getur líka klætt hús að utan með sólarsælum og það er ódýrara heldur en venjuleg klæning. Það er orðnað svo ódýrar sólarsælur. Það er nú eitt af því að ástæðan fyrir að sólarsælur eru líklegast bara verða framtíðin er að þetta er bara hagkvæmustu kosturinn til þess að framleiða rafmagn. Sellurnar verða alltaf ódýrari og þær verða alltaf öflugri og öflugri. Og þú segir það er bara orðið jafn dýrt eða ódýrara að klæða húsið með sólarsælum heldur en einhverju annarri klæðningu. Það er þá ódýrara. Þessi orkupakkareglur, þær gera þess að mögulegt að allir geta framleitt rafmagn og selt það inn á netið. Allir bara, hver sem geta keypt og selt rafmagn inn á netið. Og í Evrópu virkar þetta þannig að það er hellingur sól á Spáni í dag og lítið að gerast að Þýskalandi að þá kaupa þeir rafmagn frá Spáni og svo er eitthvað skýjað og mikill vindur í norður Frakklandi og þá kemur rafmagn frá vindmyllum í norður Frakklandi og Hollandi og þannig að það er hægt að fá rafmagn þaðan frá þar sem er mest af því í boði í dag á hverri stund. Ég veit að það er ein vinkona almenna sem að við í Danmörku, hún svona, við erum bara sólarsælur og sólarsælur. Já, en eins og staðan í dag þá er það sem að þú verður að selja á netið allan á Íslandi eru bara örfáar krónur. Og þannig ég veit ekki hvort að borgar sig að standi í. Það getur borgar sig eins og ég held að styttist mögulegið að borga sig að framlega fyrir sjálfan sig á einhverjum tímapunkti. Það bara er svo ódýrar sólarsælur. Já.
og svo, þú veist, þú hlaða bílið þinn og eitthvað, þú veist, bara ókeypis rafmagn í bílið þinn, skilur við. Og svo náttúrulega stærri fyrirbæri eins og einhverjir sem eru með eitthvað niðinað, jafnvel bændur sem eru með eitthvað og eitthvað svona. En ekki batteri hins vegar helsti botnfanginn í Östfjörðum? Já, sko, það er að sama gerist með batteríina, þau verða alltaf ódýrari og ný tækni, betri batteri, ódýrari. Það er bara verðið hrynur og geymslu magnið eykst, bara sama. Þannig að, þú veist, það er ekkert mörg árið það að þið sjáu, þetta er að sjá sko stórkostlegar breytingar til dæmis í batteríum í rafbílum. Og svo verða notuð ódýrari efni sem að taka kannski meira pláss, þar sem að pláss og þyngd skiptir ekki eins miklu máli til þess að geyma raforku eins og segir við orkuver. Og tökum bara sem dæmi Færeyjum, það eru nokkra vindmyllur þar upp á hól og svo eru þeir með hellinga batteríum inn í gám. Og það á bara eftir að aukast. Þau batteri, það eru koma sódíum batteri, sódíum er basically bara salt. Þetta er rétt í mynda ykkur hversu dýr efniskostnaðurinn er þar. Nei, og eitthvað svona. Þannig að það er bara, það er stóri hlutir að gerast. Og ég held að loksins er búin á, það er einhver orðrum um það að Tesla sem með leyfi á tækni, þar sem loksins er búin að ná tökum á fjöldaframleiðslu á graffín. Já. Það er bara, graffín er búin að vera að vita lengi að vera mjög gott í batteri, en það hefur enginn náð tökum á fjöldaframleiða það borgir sig. Það snýst alltaf það. Ná að vera með einhverja tækni þar sem að fjöldaframleiðsla borgar sig. Þó að tækni sé til, hann er bara oft og dýr til að setja nota. Ok. Bílrafar, stundum kallaðir lekaliðar, heita bílastæðisrófar í öllum opinberum stöðlum og reglum og til einföldunar og þæginda er talað bílrófa hér í þessari umfjöllun. Ég get alveg sagt, annarkvæmt segi bílrófa eða bílastæðisrófa, það er talað saman hlut. Sem þau segir bara bílrófa þegar stytta. Því er alltaf að gera það. Ég merki þá oft í rafmagnstöfluna merki á bílrófa. Við kallum það líka lekalið. Það lekalið er bara, þú veist, bara skemmtilegt orð, skilur við. Já. Og sem að flestir nota. En ef við erum að tala sem fagmenn, þá verðum við að segja bílastæðisrófi. Það er þannig. Á ensku kallast sér RCD eða RCD, Residual Current Devices. Stundum tala Ground Fault Circuit Interrupters eða Residual Current Circuit Breaker, RCBBs, RCD eða RCBB. Og það er full ástæða fyrir fagmenn að þekkja þessar skammstafanir og þekkja erlend heiti til þess að geta valið réttan varbúnað. Það er ekki víst að verið til dæmis alltaf að vinna á Íslandi. Og RCD er svona mest notað. Ja. Bílrófarnir eiga að rjúfa alla leiðarana, hvort sem vera að nota 1 fasa, 2 eða 3 og 0 líka. Það þarf að opna það til staðar. Huga verið að tengja bílrófa rétt, sérstaklega 4 póla bílrófa ef aðeins er verið að nota 3 fasa og ekkert 0 eða 1 eða 2 fasa á 0. Það þarf að tengja bílrófan þannig að pröfuhnappur hans virki. Það skiptir máli að 0 sé tengt á réttum stað líka.
að því að núllið á að rofna síðast og tengjast fyrst þegar maður færir þarna bláa hnappinn til. Þegar maður trekkir hann upp. Þannig slær út og þegar maður kveikir hann aftur. Svo til eitthvað sem heitir rekstraröryggi. Það er ekki á ykkur, ég ætla að tala í svona klukkutíma sem förum við að vinna. Þessu haldum við bara áfram næst. Bílarófar eiga ekki að slá út þegar ekkert er bilað. Svokallað óæskilegt rof eða unwanted tripping, nuisance tripping. Og ef rétt gerð bílarófa er valin og hæfilega mörg tæki er sett á hvern bílarófa, þá slær bílarófin ekki út og rekstraröryggi er tryggt. Rekstraröryggi er sem sagt þetta er orð sem var notað yfir það að hlutin sé í gangi eins lengi og hægt er. Það er búin að segja ykkur þarna frá sörubúðum. Það fyrsta sörubúðin var sett upp á Íslandi, þá komu fyrirmælum það frá aðalsöðunum og það átti að nota sem sagt sambyggt bílana sem svo var og sjávar að hverja einustu grein. Já, hverju? Jú, það er náttúrulega bara því sem rekstraröryggi eða fyrir að fyrsta var náttúrulega búin að komast að því að það var ekki hægt að hafa og mikið að tækjum á hverju grein og hins vegar ef það slær út þá slökknar ekki ljósin í allri búðin og selur ekki mikið að dóti meðan að allir ljósin í búðin slökkt. Það er kannski sleppur og að slökknar ekki 10 ljósin á. Svo lagar ræðisni það fljóttuðum til. Það er auðvitað að stoppa reksturinn í heilu fyrirtæki, allir verslun, með því að vera með og mikið á einhverjum einum rofa. Myndir þau samt. Ef að þú verður að setja upp á vagnum fyrir svona búð þar sem það eru ljós. Já. Og við skiltum við þurfum að hafa á pröfa ljósin. Myndir þá setja sem sagt loftljósin til þess að lýsa búðina sjálfa og ljósin sem að þú ert að selja, þau eru á sikkur greinin. Eða myndir þú hafa það á sömu grein? Ég myndi deila þessu allt, ég myndi bara gera eins og var gert í sörubúðum. Allt sér. Bara eins marga greinar og Og þetta er komið til? Basically, bara ekkert að vera að spara það. Það er enginn verið að biðja það, sko. Já. Takið eftir, það kemur bara hérna fram í reglu í staðlinum að 30%, við megum ekki vera með meiri leikastraum í gangi en 30% af því sem slæðir honum út og bílalandsins geta virkað á hvaða bílalandsins gildi, hans vikmarkin geta verið 50%. Ja. Svo er hérna eitthvað útreikningar á því hérna í úrstaðalinn. Má sjá, við þau. Jú, má sjá. Tökum þetta. Það er sem sagt þekkt vandamál að öll nútíma rafeindatæki eru með einhvern leikastraum þó það séu fullkomna lagi. Í ræsingu er þessi leikastraum hærri. Þetta verður að starta. Og svo komum við megi veg fyrir óæskilega útleysingu þá má uppsagnaður
lekastraumur ekki verið hærri en 0,3 sinnum ásneflað gildi bíllandsrofans. Til dæmis hefðbundinn bíllandsrofi þannig merktur að ég slá út við ampértöluna 30 mA þá lítur dæmi svona út 0,03 sinnum 0,3 og það gerir 0,009 ampér sem hámarks leyfilegur lekastraumur. Það 9 mA. Náttúrulega bara það aftur lekastraum og hvað gerir það? Varstu síðasta tíma? Nei, ég var ekki. Nei, þá veist ekki hvað varum að tala. Það er straum sem fyrir út í plats. Já. Lekastraumur sem sagt straumur sem að fer möguleg í gegnum einhvern eins og gegnum margir saman. Það er út fyrir síðan við tilkvöldum í pasan hérna og tilkvöldum hérna í ofnin og það var hérna gegnum og lekastraumur á slá út að þetta er svona. Það var alveg langur fyrirlestur en það síðast. Ég man að ég setti að einhvern veginn sett upp fjöltengi með alls konar svona raftækjum sem að virkuðu á mjög mægi þegar þau voru í gangi. En svo þegar ég var einhvern veginn að setja fjöltengið aftur í með þeim tækjunum í fjöltengið að þá sló út. Er það þessi lekastraumur? Hvað sló út? Þá var þetta hérna. Sló lekastraumurinn eða? Við skulum bara halda áfram. Svo sjá hvort það skýrist ekki. Heimilt er að bíllandsrofi slá út við 50% gildi sem gefnu framlýsin á nákvæmlega þarf ekki að vera meira en það. Að þessu má sjá að þó allur rafbúnaður í húsinu sé fullkomnu lagi þá getur bíllandsrofi auðveldlega slegið út af því einu að það eru of mörg rafeindatæki tengd á. Menn eru alveg farnir að verða varir við þessi vandamál. Og þetta höfðu þeir örugglega orðið varir við lent í einhvern tímann í sörubúðunum einhvern tímann þeir voru að setja ljós í fyrstu búðirnar. Settu LED-ljós í allt og svo hékk bíllandsrofinn ekki inni. Af því að það er lekastraumur í öllum rafeindatækjum og svo sem alltaf bara safnast hann upp eftir því sem að tækin eru fleiri og endar bara með því að bíllandsrofinn slæðir út og allt sé fullkomlega vel. Hérna er svona dæmi ljósabúnað sem er með 0,5 mA stöðugan lekastraum og 2 mA ræsistraum. Það getur að lekaræsistraumurinn alltaf meiri sko. Og venjulega notkun er dæmi svona. Við erum að lekastraumur 30 mA. Við vitum að lekastraumur í 30 mA bíllandsrofa má vera 9 mA og í dæminu hér að neðan tekur hvert tæki 0,5 mA. Við venjulega notkun 9 deilt með 0,5 þá niðurstöður hægt að hafa 18 stykki af þessum ljósum á þessum eina bíllandsrofa. Ef við þekkjum rétt þá er ekki dæmi svona eitthvað dæmi. En hvað gerist þegar rafmagnið fer af og kemur á aftur til dæmis vegna rofs og orkuveitu? Fyrir dæminu gildir reglan um leyfilegan stöðugan lekastraum sem við höfum reiknað þessi 9 mA og nú gildir ástefnulegt gildi bíllandsrofans og það er augnabilsgildi en ekki langtímagildi sem er 30 mA. Þá lítur dæmið svona út 18 stykki með 2 mA ræsistraum hvert ljós 18 sinnum 2 36 mA sem er meira en 30 mA. Núna er ég að tala um ræsistraumi. Þannig að 36 mA sem er meira en 30 mA í ræsingu, það mun alveg örugglega slá bíllandsrofanum út. Þegar rafmagnið kemur á aftur þó allur búnaður sé fullkomnu lagi. Ekki nema við fækkum ljósgjöfuna niður í 15.
auk þess að framleiðslu nákvæmni bílans og hann ekki verið nema 50% eða 15 milliampere. Þá verðum við að setja hámark 7 svona ljós á hvern bílans. Þetta er kannski dæmi hérna búnað með kannski frekar mikinn bílunarströmm, kannski svolítið vont dæmi, en samt alveg raunverulegt. Og þetta er ekkert einhver algild regla, það er ekkert að segja sér bara að það 7 LED-ljós á hverjum bílunarrófa. Því að það þarf að skoða hvert dæmi fyrir sig, hvert tæki, hvert ljós, og augljóst er eðlilegt að straummæla lekastraum á hverjum bílunarrófa og hverri grein til að staðfesta að lekastraumur sé innan þeirra marka sem bílunarstraum á að vinna innan. Það er bara ekkert auðvelt í þessu, sko. Og á svona heimilum, þá er þetta bara eiginlega vonlaust, sko. Það er bara misjafnt hvað er kveikt á miklu dóti og hvað er kveikt á miklu ljósum og svona. En í iðnaðarhúsnæði, einhverju atvinnuhúsnæði, ef þið eru búin að vera að setja upp einhver ljós í lofti í Hagkaup í Skeifunni eða eitthvað, þetta er bara einhver svona lína sem er kveikt á allan sólarhringinn, það er opið allan sólarhringinn, og þurfa að setja upp einhverja línu á ljósum. Við segjum bara eins og hérna frammi til dæmis, þá við setjum upp eitthvað svona línur og LED-ljós. Þá er þetta að mæla það bara, þá bara að sjá hvað er mikill lekastraumur á, bæðistraumur og lekastraumur á lögninni. Það segja, enginn endið að koma heima frí að komast að því að þessu allt ónýttu frystingarsinu, gullfiskarnir fljótandi dauðir í fiskabúrinu að því að rafmagn fór á í orkuveitinu, og þegar að koma átti hún sló bílana og hann út vegna ræsistrauma í þeim rafmagnabúnaði sem er í sambandi dagsdaglega, og það getur gerst á allt sé fullkomna lagi. En einfaldlega mikið af rafmagnabúnaði hverjum bílarófa eða rangur úreltu varbúnaður í notkun. Og hvernig er þetta að auka rekstraröryggi til að koma í veg fyrir óæskilegt rof? Svarið er einfalt fjölga bílunarrofum, þannig að lekastraumar á hverjum bílunarrofa sé innan hæfilegra marka, og sambyggðir bílunarstraumsrofar og sjálfur eru líklega það sem verður fyrir valinu meira í framtíðinni. Já, þá var þess að segja svona meina að það var bílunarstraumsrofi og Þetta er með svona hérna. Já. Það er, þú getur fengið svona dag, bara bílunarrofi og sjálfur í sama stykkinu. Já, ég veit það. Þetta er að fara í gerum með allt saman. Hérna er aftur mynd af það sem að vorum að tala AC, APR, F, B og B+. Þannig er yfirlitsmynd hérna yfir hérna mismunandi týpur hvað að gera. Og svo kemur hérna umfjöllun sem mismunandi gerðir. Ég ætla ekki að fara lengra í dag, ég er búinn að setja nóg í hausinn á okkur í bili og ætlum að fara